Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 28. ágúst 2024 kl. 17:06. Þetta 850. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag sitja fundinn 3 varabæjarfulltrúar, það eru Valdimar Birgisson í forföllum Lovísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa Viðreisnar og Hilmar Stefánsson og Brynja Hlíf Hjaltadóttir í forföllum Ásgeirs Sveinssonar og Rúnars Braga Guðlaugssonar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Fyrir fundinum í dag liggja alls 13 mál, þar af eru 7 fundargerðir til afgreiðslu og 6 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrst á dagskrá fundargerð 634. fundar bæjarráðs frá 15. ágúst síðastliðnum og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1-2 sem eru gjaldfrjálsar skólamáltíðir en á síðasta bæjarráðsfundinum þá var samþykkt að leggja til að nýjar reglur mötuneyti grunnskóla verði samþykktar og niðurfelling á hádegisverðinum í skólanum en síðan var jafnframt að gjaldskrár ávaxtabita yrðu felldar á brott. Og það hefur komið í ljós að við sem sagt leituðum til Sambands íslenskra sveitarfélaga í sumar þegar við vorum að undirbúa þetta mál af því að við vildum ekki eiga það á hættu og við fengjum ekki endurgreiðslur úr jöfnunarsjóði, sveitarfélögin eru að fá endurgreiðslur úr jöfnunarsjóði, þannig að fjármálastjóri hafði samband við Samband íslenskra sveitarfélaga til þess að spurja sérstaklega að því áður en tillagan var mótuð hvort að ávaxtabitar teldust sem hluti af þessum mat á skólatíma. Og svarið sem við fengum var að það hefði fyrst var svona, já, nei, ávaxtabitar eru ekki, svo fengum við svar sem var búið að leita til innviðaráðuneytisins og mennta- og barnamálaráðuneytisins og það algjör skilningur ráðuneytanna á því að allur matur á skólatíma skuli fella niður gjald fyrir allan mat sem neytt á skólatíma en hins vegar í lagi að taka gjald fyrir mat sem borðaður í frístund. Þannig að á þessum grundvelli var þessi tillaga mótuð sem fer síðan inn í bæjarráð og samþykkt. Hins vegar spannst mikil umræða á meðal bæjarstjóra, við erum með umræðu þráð á Facebook, spannst mikil umræða þetta og við fáum póst núna 23. ágúst sem fjallar skólamáltíðir og ávaxtabita eða aukamáltíðir á skólatíma og þar segir ákveði sveitarfélög að bjóða upp á aukamáltíðir á skólatíma svo sem hafragraut eða ávaxtastund gegn gjaldi mun það ekki hafa áhrif á framlög úr jöfnunarsjóði. Og síðan segir rétt þó að vekja athygli á því að lagaheimildin sem grundvöllur gjaldtökunnar svo sama óháð því hvort að hádegisverð eða annan mat á skólatíma að ræða. Þetta ekki að fullu ljóst ennþá en ráðuneytið og sambandið hafa sett á laggirnar starfshóp til að fara yfir ýmis álitamál sem tengjast þessu verkefni. Vonandi fáum við úr þessu skorið við fyrsta tækifæri. Þetta pósturinn sem barst 23. ágúst. Við sjáum það í kringum okkur að sveitarfélögin þau ætla ekki að fella niður gjald vegna ávaxtabita og við yrðum þá eina sveitarfélagið í nágrenninu sem gerir það og við erum mjög leið yfir þessu í stjórnsýslunni hér í Mosfellsbæ. Við hefðum kannski ekki átt að vera að senda neitt bréf til sambandsins og óska eftir einhverjum leiðbeiningu varðandi þetta mál en það algjörlega, það gerðum við og viljum bara axla ábyrgð á því en þetta sem sagt svona leiður misskilningur eða ekki misskilningur, við fengum bara ekki réttar upplýsingar þannig að við gátum ekki ráðlagt ykkur bæjarfulltrúum með eins góðum hætti eins og við viljum gera. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og útskýra þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir það, bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur upp undir sama leið, gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Það sem mér langar kannski bara að benda á eða nefna að ef að stjórnsýslan að fá misvísandi skilaboð, að þá leggur það ábyrgð á þá sem sömdu og gerðu þennan samning að vera skýrari í því sem að þeir eru að gera og að það sé allt orðið undirskrifað og skýrt hvað er verið að leggja til. Þannig að það sé ekki hægt að byggja á svona misskilningi. Mér langar eiginlega bara að fá að hnykkja því þannig að mér finnst bara fínt að stjórnsýslan komi og segja það við okkur að þetta sé svona og það er bara fínt, en mér finnst ábyrgðin líka, mér finnst bara liggja annars þar, ekki endilega stjórnsýslan. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar og þá er næst að taka fyrir hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga varðandi lið 1.2 gjaldfrjálsar skólamáltíðir og hún er þess efnis að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráðs á nýjum reglum mötuneyti og gjaldskrá fyrir mötuneyti en tillögu varðandi niðurfellingu gjaldskrár fyrir ávaxtabita verði vísað til bæjarráðs að nýju. Þannig að við byrjum á því að taka þessa málsmeðferðartillögu til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessa málsmeðferðartillögu að gefa merki og einhver á móti. Það eru þá, telst mér til 6, 7, já, afsakið. 7 samþykkt með 7 atkvæðum og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks sitja hjá. Þá tökum við, já, þá bókast þetta með þeim hætti í fundargerð. Bæjarstjórn samþykkir með 7 atkvæðum afgreiðslu bæjarráðs og nýjum reglum mötuneyti og gjaldskrá fyrir mötuneyti. Tillögu varðandi niðurfellingu gjaldskrár fyrir ávaxtabitar vísað til bæjarráðs að nýju. Og þá tökum við þessa fundargerð í heild til afgreiðslu að öðru leyti. Og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 1634. fundar bæjarráðs að gefa merki. Og það er samþykkt með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá er það annað mál á dagskrá, það er 1635. fundur bæjarráðs frá því 22. ágúst síðastliðnum. Þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég kem upp fyrir máli 2.2, uppbygging af Varmá. Flest íþróttamannvirkin okkar eru á Varmá og þar eru tækifæri til að bæta við, en það þarf að vanda sig því svæðið er ekki ótakmarkað. Í janúar, aðeins í forsöguna, í janúar síðastliðnum stofnuðum við stýrihóp Varmásvæðið og uppbyggingu þess. Verkefni þessa stýrihóps var að skoða, að vera með framtíðarsýn vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja hér í Mosfellsbæ, heildarskipulag Varmársvæðis með hliðsjón af uppbyggingarþörf íþróttastarfs og annarri uppbyggingu, endurskoðun þarfagreiningar fyrir Varmársvæðið og þjónustuuppbyggingu sem er lokið og svo þetta sem einmitt málið er hér 4 kostnaðarmat á valkostum með tilliti til uppbyggingar svæðisins og fjármögnun íþróttamannvirkja. Það er búið, eins og ég sagði áðan, að uppfæra þarfagreininguna og var hún mjög vel unnin og náði til margra, hvort sem var til iðkenda og þjálfara afturheldingar, almennings, kennara, skólastjórnenda og barna. Allir gátu sagt sitt og komið sín á framfæri og mikið er til hér hjá okkur af gagnlegum upplýsingum. Þessi uppfærða þarfagreining sýnir okkur að þörf er á stærri þjónustubyggingu en sett var í útboð árið 2022. Þetta verður því stærri bygging með hærri byggingarkostnaði og breytingar og uppfærslu á aðliggjandi rýmum tekið inn sem var ekki gert ráð fyrir áður.
og hefur það líka auðvitað áhrif á kostnaði. Því hefur verið ákveðið og samþykkt í bæjarráði að gera eins og mörg önnur sveitarfélög að gera, að kanna áhuga á mögulegu samstarf hæfu og áhugasömum aðilum að vera í samstarfi við okkur í 2 þróunarverkefnum hér hjá okkur í Mosfellsbæ. Þetta þá liður til að fá spennandi, jafnvel, einhverjar spennandi hugmyndir og eins og ég sagði áðan að fá hæfa og góða aðila með til þess að fjármagna inn í þetta verkefni. Annars vegar þetta þróunarverkefni á þjónustu- og aðkomubyggingu, en eins og kom fram í uppfærði þarfagreiningu að þá þessi nýja uppfærða þarfagreining með 450 fermetrum stærri en svo fyrri og þá ef ég man alveg rétt, 1722 fermetrar. Það möguleiki að byggja stærra ef við fáum einhvern með, en auðvitað eru skilyrði. Það ekki hægt að vera með hvað sem þarna. Það þyrfti þá að vera í samræmi við skilyrði sem yrðu sett. Þetta yrði eitthvað íþróttatengt, þetta yrði sjúkraþjálfun, þetta yrði, ég ætla ekki að koma með hugmyndirnar, en það gæti verið verslun, veitingahús, eitthvað sem bara hentar þessu svæði. Hins vegar þetta uppbygging á lóð á Háholti 5 sem fyrir þá sem kannski veit ekki alveg hvað Háholt 5 það fyrir neðan Hótel Laxness og það mjög spennandi lóð sem 0,4 hektarar. Þetta lóð sem Mosfellsbær á og mikið tækifæri á þessari lóð til að vera með kannski góða aðþreyingu, þjónustu, hótel, verslanir eða eitthvað annað. En bara svo það sé alveg bara, ég ítreka það að auðvitað verða sett skilyrði. Hvað má vera þarna svo það geti ekki bara komið hvað sem í þessi 2 þróunarverkefni. Og ég vil líka undirstrika það að í svona markaðskönnun Mosfellsbær óskuldbundinn. Hann felur ekkert í sér að það þurfa að ganga til samninga við það sem kemur inn og til útboðs. Heldur bara, við erum að kanna áhuga fólks að taka þátt í að byggja hérna upp öfluga þjónustu, skemmtilega afþreyingar og eitthvað þess háttar. En þannig að ég bíð spennt eftir að sjá þessar auglýsingar og vonandi að fólk taki við og vilji vera með okkur í góðri uppbyggingu hér í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Ég ætla að koma hérna upp, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, undir lið 2.7, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar, breyting á gjaldskrám, þar sem verið að leggja fram tillögu lækkun á gjaldskrám, leikskóla, dagforeldra og frístundaselja. Og það nú ekki hverjum degi sem að það gert, þannig að það bara svona að það eru blendnar tilfinningar að standa hérna og tala þetta. Þetta auðvitað bara mjög gott og þetta bara algjörlega í samræmi við það sem að þessi bæjarstjórn hefur lagt upp með að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til þess að ná niður verðbólgu og vaxtastigi í þessu landi og við auðvitað stöndum stóru orðin en það að samt ágætt að minna á það að við erum með lágar gjaldskrár í þessum málaflokki, lægstu gjaldskrárnar á höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir þessa framúrskarandi þjónustu sem við erum að veita. Og bara mikilvægt að því sé haldið til haga. Auðvitað getur þetta ekki gengið til lengdar, við getum ekki endalaust lækkað gjaldskrár og aukið þjónustu. Það þarf að gera þetta með skynsamlegum hætti, en mikilvægt og mikilvægast núna, það að ná niður verðbólgunni fyrir heimilin og þetta okkar framlag í það. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti.
Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég skreppingaði pontu undir máli 2.3, fótbolti fyrir alla, þáttaka Mosfellsbæjar í því verkefni. Það hefur áraraðir hefur alltaf komið upp við svo umræða að það skortir á möguleika fatlaðs fólks og sérstaklega fatlaðra og ungmenna til þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi í Mosfellsbæ. Og nú svo gleðilegt að við að það komið af stað verkefni á vegum ISI, Ungmennafélags Íslands og fleira aðila sem heitir að mig minnir allir með og Mosfellsbær þáttakandi í því. Það sem var að vera afgreiða þessum fundi var auka fjárveiting inn í verkefni til þess að vera að efla það enn frekar. Og snýst að það settar auka 500.000 krónur inn í verkefni fram á áramótum og með því móti þá þetta fjölga æfingum 100% úr 1 viku í 2 viku og þetta verkefni hefur gengið mjög vel en svona verkefni þurfa náttúrulega vissan tíma, það þarf tíma til þess að laða að fleira fólk og við viljum endilega styðja við það að þetta verkefni hafi rými til að blómstra og hér það þannig að það fótbolti sem að börnunum boðið upp á. Það eru aðrar íþróttagreinar í öðrum sveitarfélögum. En þetta verkefni okkar sem hér í Mosfellsbæ, það byggir á víðfrægu verkefni frá Stjörnunni í Garðabæ, þar sem hefur gengið mjög vel fótboltaverkefni fyrir fatlaða krakka. Þannig ég vildi bara koma upp og vekja athygli á þessu og vissum öllum finnst þetta bara hið besta mál. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera. En fundargerðin enn opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég ætla að koma upp undir lið, hvað var það rekstur deilda. Janúar til júní 24, lið 26. Mér langaði rauninni bara að nefna það að við erum að halda okkur vel innan áætlana og mér finnst þessi 6 mánaða punktstaða bara lofa góðu með þetta ár í heild sinni. Þannig gerir að vera að vanti þarna inn tekjur sem er eftir að koma á lóðasölu og fleira og við skoðum líka bara samanburð við sömu 6 mánaða tölur í fyrir árið 23 þá erum við í bara ágætismálum. Við sjáum að fjármagnstekjur þær hafa lækkað miðað við á sama tíma í fyrra sem náttúrulega mjög jákvætt þar sem við erum væntanlega þá með hagstæðari lán gerir ráð fyrir sem bara besta mál en við sjáum náttúrulega líka að við náum náttúrulega ekki alveg að halda áætlunum í fjármagnsgjöldunum af því að við vitum hvernig ástandið með vaxtastigið og það ekki alveg að þróast í þá átt sem við kannski vorum að vonast eftir en þurfum náttúrulega að halda okkur við þessi viðmið sem voru settir í fjárhagsáætlun í gerð. En samt sem áður finnst mér við halda okkur bara á mjög góðum stað og miða við umfang tekna og gjalda þá myndi ég segja að þessar einhverjum 30 milljónir sem mismunur sé vel innan marka og verð ég bara að hrósa stjórnsýslunni og fjármálasviðinu náttúrulega fyrir að halda vel á spöðunum. Við sjáum líka eins og bara veltur frá rekstri sem kannski tala sem við sem erum í bæjarstjórn horfum svolítið á og við berum saman í sama tíma í fyrra þá erum við töluvert betur stödd þar með rúma milljarð
núna og það voru ekki tæpar 500 milljónir í fyrra. Þannig að ég er fulltrú að við náum að halda sjó og skila hallalausum rekstri, líkt og í fyrra. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. 26. Svo virðist ekki vera og fundargerðin opin fyrir umræðu. Öðru leitina hefur verið rætt. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði og þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 635. fundar bæjarráðs gefa merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum. Og þá það þriðja mál á dagskrá, það fundargerð 20. fundar menningar- og lýðræðisnefndar. Þar voru 2 mál á dagskrá en ég vil minna bæjarfulltrúa á að venju samkvæmt þá annað þeirra mála sem voru til umræðu á þeim fundi varðandi útnefningu bæjarlistamanns og það bundið trúnaði fram yfir bæjarhátíð þar sem að valið verður tilkynnt á morgun í hátíðardagskrá í Hlégarði en fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Gjörðu svo vel. Ég kem hér upp undir lið 3.1 og eins og við vitum þá náttúrulega bæjarhátíðin okkar að hefjast, hún hefst á morgun. Og það svona viss breyting að á setningarhátíðinni verða veittar viðurkenningar sem áður hafa verið veittar á sunnudeginum í lok hátíðar. Þannig að núna í ár breytt út af og og á dagskránni á morgun sem allir, það bara atburður sem opinn fyrir alla, að þar verður auk þess að hátíðin verður sett með hátíðlegu móti, að þá verður útnefndur bæjarlistamaður þá og umhverfisverðlaun verða veitt. Eins og þeir sem sitja hér þennan fund vita að þá mjög fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá í boði, en allt stendur út á fettu náttúrulega með að við sem ekki stöndum fyrir atburðum mætum og tökum þátt og það svo fjölbreytt úrval af atburðum þannig að það munu örugglega allir finna eitthvað fyrir sinn, að fá eitthvað fyrir sinn snúð. En ég ætla að nefna hér eina stóra breytingu sem verður núna og hún sú að það verður ekki flugeldasýning á laugardagskvöldinu. Ein aðalástæðan fyrir því að sú ákvörðun tekin, hún sú að það bara alltaf orðið erfiðara að finna stað til að skjóta upp það sem ekki bara stafar hætta af fyrir nágrennið. Og svo vegna uppbyggingar hér í okkar ágæta miðbæ, þá sem sagt eins og bara í fyrra, þá held ég ekki nokkuð maður séð, ekki eldflaugarnar, heldur flugeldana sem skotið var á loft. Og þannig að það var ákveðið að gera þetta ekki núna og auðvitað eru líka umhverfissjónarmið í því vegna þess að það fátt meira mengandi heldur en í stillu, heldur en flugeldasýning, en reyndar ég hrædd að við verðum ekki í stillu á þetta kvöld, en það má lengi vona. En ég vildi bara koma upp og nefna þetta að það bullandi stuð framundan og ég hvet alla til þess að mæta. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera og vegna trúnaðar á máli 3.2 þá ekki hægt að ræða það hér á opnum fundi, þannig að þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 20. fundar menningar- og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá erum við komin að 4. mál á dagskrá sem 21. fundur velferðarnefndar Mosfellsbæjar sem framfór 20. ágúst síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin gjörðu svo vel. Forseti og ágætir bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir máli 4.2, lykiltölur velferðarsviðs. Mosfellsbær í örum vexti og hér mikil vinna á
varðandi forvarnir hvað varðar börn og unglinga og einnig þó nokkur samvinna á milli sviða við lögreglu hvað varðar þessa forvarnir og áhættuhegðun. Í síðustu viku fundum við velferðarnefndin og við fáum reglulega inn til okkar sem mjög gott lykiltölur. Og akkur gott að fá það gott að fá það því að þessar lykiltölur berum við saman frá árinu áður til að átta okkur kannski aðeins betur á stöðinu og hvað sé í gangi. Að þessu sinni nauðsynlegt að beina athyglina að tölum í barnavernd þar sem tilkynningum hefur fjölgað mikið. Þar undir eru tölur ofbeldishegðunar og neyslu vímuefna sem mikilvægt að fara nánar í og til að hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Á þessum velferðarfundi bókaði nefndin samhljóma og mig langar með leyfi forseta hvort ég megi lesa upp bókunina. Gjörðu svo vel. Velferðarnefnd lýsir yfir þungum áhyggjum að stöðu fjölgunar barnaverndarmála og leggur til að farið verði í nákvæma athugun og leita leiða til að bregðast við. Unga fólkið okkar æska þessa lands og það afar brýnt að halda áfram að huga vel að forvörnum eins og ég sagði búið að vera að gera en það greinilega eitthvað hérna á landsvísu hefur áhættuhegðun barna hækkað. Þannig að við þurfum að fara í þetta, við getum það ef við tökum höndum saman. Forvarnir ekki bara í skólanum eða í bólinu, félagsmiðstöðunum, heldur það foreldrarnir, það bæjarapparati að vera með heilsueflandi viðburði, einhverja skemmtun og annað. Við þurfum öll að leggjast á eitt til þess að ná þessari þróun, að breyta þróunin, því að þetta ekki það sem neinn vill og ég veit, eins og máltæki það ekki sem máltæki segir að það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn, að við þurfum bara að setjast niður öll sem eitt, hugsa hvað við getum gert, vinna saman og snúa við þessari þróun. En ég vildi bara koma hérna upp þótt þetta sé ekki skemmtilegt að segja að við þurfum að vera vakandi og ég veit við erum vakandi en við þurfum bara, við þurfum að taka þetta saman og breyta þessari þróun. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Bæjarfulltrúi Anna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli og mér langar bara að þakka bæjarfulltrúa Hallkarni fyrir að vekja athygli á þessu vegna þess að mér langaði að gera það sama. Af því að ég held að ég geti fullyrt það að allir fulltrúar nefndarinnar hafi verið svolítið slegnir, bæði í tölunum og bæði fjölda mála, atvika og alvarleika. Ég var líka að veltaði fyrir mér hvort að við gætum kallað eftir einhverju formlegum upplýsingum bara síðar á árinu. Sem sagt bara hvaða aðgerðir verið ráðist í. Eins og þú nefnir þá þetta vissulega á herðum allra, en ég myndi gjarna vilja fá einhverjar upplýsingar það þegar líður aðeins á árið. Hvað hefur verið gert og hvernig það gengur. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég kem hérna upp undir forseti, kem hér upp undir sama máli og tek undir það sem hér hefur komið fram að þetta eru fjarri því að vera einhver gleðitíðindi. Þetta eru greinilega bara dálítið alvarlegir hlutir sem eru að eiga sér stað, ekki bara í okkar nærsamfélagi, heldur bara þurfum ekki annað en að fylgjast með fréttum undanfarna daga sem segja okkur að þetta stærri og dýpri vandi heldur en við kannski gerðum okkur grein fyrir. Og varðandi spurningu bæjarfulltrúa Jönu að þá held ég í fyrsta lagi að bæjarstjórn eigi að bóka sérstaklega hérna undir, eigi að taka undir bókun velferðarnefndarinnar og lýsa vilja sínu til þess að það verði farið í skiljiði þessa skoðun sem velferðarnefndin var að biðja og
og svo verðum við verðum bara eiginlega bara að bindast samtökum það að þetta er málaflokkur sem við verðum öll að standa saman vegna þess að þó ég vil ekki vera á dramatísk, að það bara, það liggur lífið við í mörgum tilfellum. Það bara þannig. Og aðbúnaður barna og ungmenna í raun og veru góður aðbúnaður barna og ungmenna í raun og veru bara það mikilvægasta sem við eigum að hugsa á hverjum einasta degi þeim hlutverkum sem við erum í. Þannig að mig langar til að leggja það til að bæjarstjórn taki undir bókun velferðarnefndar og jafnvel geri hana kannski aðeins, ef við viljum til þess að setja meira á hana og svo vinnum við vel í þessu. En eins og bæjarfulltrúi Hallakranum kom inn á, þá enginn einn sem getur gert allt. Þetta er verkefni sem allir verða að koma að. Takk. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi, bæjarstjóri hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir það sem hefur komið hérna fram. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að bregðast við. Og það auðvitað ákall. Við erum með verkefni sem að byggja á lögum farsæld barna og höfum fengið svona ákveðið fjármagn frá ríkinu til þess að fara inn í það verkefni, en það dugar ekki til. Bara svo það sé sagt að þá ákall frá bæði velferðarsviðinu og fræðslu- og frístundasviði að styrkja það enn frekar, og ég held að það sé ákveðin lykill þar, en þá verðum við að hafa einhvern veginn möguleikana á að sinna verkefninu. Ef að mál fari inn í barnaverndarferilinn, beint þangað inn en ekki inn í hennar farsældarhring, barnaverndarferillinn hann krefst rosalega mikillar stjórnsýslu. Það sem sagt ef mál tilkynnt inn, þá fer mikill tími í svona umgjörðina í kringum máli, vegna þess að það þarf að vera lagalega, fara mjög svona, það ákveðin leið sem þarf að fara og alltaf ákveðin áhætta að mál séu kærð, og það fer mjög mikil umsýsla inn í það sem er tími sem að ég hef fulla trú á að ef að við getum einhvern veginn komið inn sem stuðningur mál áður en verða barnaverndarmál, að þá sé mjög mikið til þess að vinna. Og þar held ég að við þurfum að fókusa. Við erum ágætlega mönnuð í barnaverndinni, en þegar fjölgunin verður svona mikil á tilkynningum og málum, að þá fer óneitanlega gríðarlegur tími í stjórnsýslu. Ég vildi bara aðeins minnast á það að nú er hátíðin okkar framundan í Túninu heima, og við erum að styrkja alla umgjörð og gæslu í kringum hátíðina. Barnaverndin komin sterk inn, er sterkari inni heldur hún hefur verið áður. Við áttum mjög góðan fund í vikunni með lögreglunni og öllum viðbragðsaðilum, þannig að það hér fólk algjörlega á tánum til þess að láta þetta ganga allt sem best núna í Túninu. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo virðist ekki vera, en ég hugsa að það sé vilji fyrir fundarhlé, þannig að við tökum fundarhlé.
Þá höldum við fundi áfram og við erum hér stödd undir máli 4.2, lykiltölur 2024. Það enn opið fyrir umræður þetta mál, einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo virðist ekki vera og þá liggur hér fyrir sameiginleg bókun allra bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar tekur undir bókun velferðarnefndar og lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu fjölgunar barnaverndarmála og leggur ríka áherslu á að farið verði í markvissar aðgerðir í þágu forvarna í samstarfi þeirra aðila sem koma að uppeldi og velferð barna. Tillögur þess efnis liggi fyrir við framlagningu fjárhagsáætlunar. Þannig hljómar sú bókun og þá umræðum þetta mál lokið en fundagerð 21. fundar velferðarnefndar opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarstjóri hafði beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli undir lið númer 4.4 í þessari fundargerð velferðarnefndar. Aðeins að segja ykkur að það sem sagt verið að hefja deiliskipulagsvinnu á Farsældatúni sem áður hét Skálatún og það var farið í samkeppni. Við vorum í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og það voru fjölmargir aðilar sem lýstu yfir áhuga sínum á að taka þátt í þessu mjög svo spennandi verkefni sem það bæði í tengslum við deiliskipulagið þá það þarfagreining sem verður gerð þá með öllum þessum helstu lykilstofnunum sem munu flytja inn á þetta svæði og það var Teiknistofan Stika og verkfræðistofan Efla sem urðu hlutskarpastar og við erum rétt að klára samningaviðræður við þau þessa mundir. Og síðan auðvitað, reksturinn gengur ágætlega í búsetukjörnunum en þetta hefur auðvitað verið verkefni fyrir velferðarsviði. Þetta náttúrulega stór biti. Ég segi oft þetta svona að taka við 110 starfsmönnum inn þetta svið var eins og velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur tekið við 1100 starfsmönnum í einu. Þannig að svona stærðar hlutvallið þannig 1/10. Þannig að ég bara vil lýsa yfir mikil ánægju með hvað velferðarsviðið hefur unnið vel og líka með starfsfólkið á Skálatúni hvað þau hafa verið tilbúin að koma með okkur í svona þennan leiðangur. En við erum það eru ákveðnar breytingar í gangi, íbúar það aðeins verið að færa til og við erum vona á að úthluta minnst einum íbúa núna í nýjum búsetukjarna eða einum íbúa í nýjum búsetukjarna og það líka verið eins og komið fram í samningunum, það eru líka bjóða ákveðnar tilfærslur til þeirra sem að þess óska og geta. Við erum að leigja út eitt hús sem heitir Blönduhlíð, þar sem skrifstofa Skálatúns var áður og það hús verður leigt út til barna- og fjölskyldustofu og þar verður lítill meðferðarkjarni fyrir unglinga og það bara verið að undirbúa það núna. Þetta mál hefur verið kynnt fyrir starfsfólki og aðstandendum þeirra sem eru í búsetukjörnunum við Skálahlíð. Þannig að þetta þá í farvatninu núna. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarstjóri, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo virðist ekki vera en fundagerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Halla Karin gjörðu svo vel. Forseti og aðrir góðir bæjarfulltrúar. Ég er komin upp fyrir 4.7, förum alla leið, samþætt þjónusta í heimahúsum, tilraunaverkefni. Þann 7. október 2023 fengum við svar eða samþykki að við yrðum eitt af þeim 6 sveitarfélögum sem fengum að vera með í þessu tilraunaverkefni Gott að eldast, sem snýst það að vinna vel að samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Ég tel við vera afar heppin að hafa komist inn í þetta tilraunaverkefni og langar mig bara eins að vekja athygli hvað það búið að vera mikil vinna í gangi þó svo að sé ekki allt komið í gang, þá verið að vinna statt og stöðugt í þessu verkefni.
Með þessu verkefni fengum við sem sagt eitt stöðugildi frá ráðuneytinu fyrir tengiráðgjafa sem hefur svo sannarlega virkað vel. Og það var hún Guðlaug Birna Leifsdóttir sem var ráðin sem tengiráðgjafi og hefur unnið gríðarlega vel síðan hún kom með velferðarsviðinu. Hluti af starfi tengiráðgjafans var að vinna með einmanaleika og félagslega einangrun sem og að byggja upp samband við stofnanir og félagssambönd. Tengiráðgjafinn hefur líka ásamt starfsfólki á velferðarsviðinu unnið að styrkingu við dagdvölina hér í Mosfellsbæ, nánar á Eyrhömrum. Mig langar að vekja athygli á því og það reglulega ánægjulegt að segja frá þvílíkum snúningi á dagdvölinni að það komin 17 einstaklingar í þetta við erum ennþá bara með 9 pláss, en núna hún bara full, það komni 9 og sem sagt 17 manns í þessi 9 pláss og fólk ánægt og og svo sko fyrirhugað hjá Eyr að útvíkka þetta enn frekar. Út af því að við vorum eins og margir vita allavega hér inni að við fengum samþykki fyrir 15 plássum, þannig að nú bara mál að fara upp í 15, en það fyrirhugað hjá Eyr að útvíkka þetta og velferðarsviði og útvíkka þetta enn frekar og jafnvel í sértæka dagdvöl, þá bara eftir að koma í ljós, en þetta helst líka í hendur að nú var hluti af félagsstarfinu að flytjast frá Eyrhömrum niður í Brúaland og þá náttúrulega opnast mjög mikil tækifæri að auka þessa þjónustu enn frekar. En ég vil þó segja að bara minna á það út af því að það var verið að færa hluta af félagsstarfinu að áfram verðum við með félagsstarf á Eyrhömrum í Hlégarði ásamt því að vera í Brúalandi. Þannig að það verður alltaf félagsstarf á öllum þessum stöðum. Það líka gaman að segja frá því að það komnir á vikulegir samráðsfundir með Eyr og einnig mánaðarlegir samráðsfundir með heilsugæslunni. Og eins og vorum að tala og erum alltaf að tala eftir sem fleiri koma að svona verkefni, þá verðum við sterkari og það kemur meira út úr því. Þannig að það frábært að við tökum svona höndum saman, vinnum saman þessir fagaðilar sem að sinna þessari þjónustu. Þetta ekki eina sem búið að gera, það líka búið að kortleggja félagsstarfið, hvað í boði fyrir þennan aldur í Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjós, þeir eru líka með þau. Og í sumar, ég verði eiginlega að segja þetta, þegar ég mikill talsmaður þess hvað samtal og að vera saman skiptir miklu máli í þessu þjóðfélagi okkar og hún Guðlaug Birna tók það í sumar að fá upp alla þá sem eru 80 ára og eldri sem búa einir, fékk símanúmer hjá þeim, flest öllum ef ekki öllum, og búin að taka ansi mörg símtöl í sumar við þetta góða fólk og maður hefur heyrt að þau hafa tekið mjög vel í þetta. Þau þurfa ekkert endilega öll þessa þjónustu, hún að láta vita hvað í boði og spurja líðan og annað, en það gaman að heyra það að fólk kann að meta það að sé hringt í það. Að það sé ekki allt bara í tölvupóstum eða eitthvað þess háttar. Þannig að maður sér að þetta gamla góða að tala saman, heyra röddina, hlæja og annað, það skiptir máli. Og ég held ég sé að segja rétt, því kannski leiðréttir mig sem hér, á velferðarfundi að þá var hún að tala það þegar hún kom þar inn að 50% af þeim sem hún hefði hringt í vilja fá aftur símtal. Þannig að ég finnst þetta bara frábært verkefni að hafa gert þetta og við munum fá niðurstöður úr þessum símtölum síðar. En annars bara, mér langaði bara að segja það bara vekja athygli að það svo margt ánægjulegt í gangi og maður stundum svona óþolinmóður, maður vill eitthvað gerist alveg strax en það svo sannarlega ýmislegt í gangi varðandi þetta gott að eldast í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo
virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 4.9, bara örstutt að svona draga þetta aðeins fram að eins og kom fram hér hjá bæjarfulltrúa Höllukarinu að þá var verið að opna, eða afhenda brúarland til afnota fyrir félagsstarfi í dag, einstaklega ánægjulegur áfangi og auðvitað var það gert með pomp og prakt, það voru ræðuhöld og klippt á borða og það var talsvert af fólki sem mætti þarna og skoða þetta húsnæði bara yndislegt. Það hefði tekist mjög vel að ég veit ekki hvað orð ég á að nota, ekki að gera, það er bara svona að gera þetta meira þannig að það henti fyrir starfið sem þarna á að fara fram og það eru greinilega mikill spenningur hjá þeim sem bæði standa fyrir félagsstarfinu og þeim sem taka þátt í því að fá að nota að brúarland og ég hef bara mikla samfélögu fyrir því að þetta verði mikið lyftistöng fyrir þetta starf vegna þess að við fengum eiginlega forsmekkin af því þegar við fórum að bjóða upp á félagsstarfi í Hlégarði einu sinni í viku, þá bara kom fullt af fólki að taka þátt í félagsstarfinu sem aldrei hefði gert það áður. Og ég held að það bara haldi áfram í Brúarlandi, en svo náttúrulega eins og hér hefur komið fram þá verður náttúrulega auðvitað og að sjálfsögðu áfram félagsstarf upp á Eyrhamrum og á eflaust eftir bara skipuleggja það aðeins betur. En þetta var virkilega ánægjuleg stund og langþráð og þá kom þetta fram í ræðu formanns velferðarnefndar að það eru 15 ár síðan að félag aldraðra óskaði fyrst eftir að fá inni í Brúarlandi sem náttúrulega hefur gegnt alls kyns hlutverkum í þau ár sem að það hefur staðið. En með leyfi forseta má ég aðeins bara tengja við næsta lið sem 4.10 sem kynningarfundur fyrir eldri borgara. Ég tek það samt fram að ég ekki orðin eldri borgari þó ég hafi svona mikið áhuga á þessu líka. En svo var kynningarfundur í Hlégarði alla þjónustuna sem í boði og félagsstarfi fyrir eldra fólk í Mosfellsbæ gert með svipuðum hætti og í fyrra. Það var stór, skemmtilegur fyrirlestur, líklega á vegum gott að eldast og það voru hjón og nú verð ég bara að skammast við því ég man bara hvað hann heitir Svavar Knútur og konan hans heitir Líney og þau héldu þarna bara áhugaverðan fyrirlestur sérstaklega félagslega einangrun. Þessi félagslegi þáttur skiptir öllu máli, ekki bara náttúrulega hjá eldra fólki heldur líka hjá unga fólkinu sem vorum að tala áðan. Bara að þú sé þáttakandi í samfélaginu. Ég hefði hins vegar kosið að vera sungið meira og bara 2 lög sem að söng og mátti syngja með en þetta fór mjög vel fram og svo var fín kynning og kleinur og mjög vel mætt. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið 4.9. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 21. fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar að gefa merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum, takk fyrir það. Þá erum við komin að 5. mál á dagskrá þessa fundar. Það fundargerð 250. fundar umhverfisnefndar frá 20. ágúst síðastliðnum. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá, umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar 2024 og líkt og með dagskrármálum útnefningu bæjarlistamanns hér fyrr á fundinum, þá ríkir trúnaður yfir þessu máli þar til afhending hefur farið fram á hátíðardagskrá í Hlégarði á morgun. Þannig að forseti leggur til að við göngum beint til afgreiðslu á þessari fundargerð ef engar athugasemdir eru við það. Og þá bið ég bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 250. fundar umhverfisnefndar að gefa merki og það samþykkt með öllum 11 atkvæðum. Takk fyrir það.
Þá það 6. mál á dagskrá, það fundargerð 435. fundar fræðslunefndar Mosfellsbæjar frá 21. ágúst síðastliðnum. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, langaði bara að koma hérna upp örstuttutu máli 6.1. Fræðslunefnd fékk kynningu á 2 verkefnum sem að fengu styrk úr Klörusjóði í fyrra. Og mér langaði bara að deila því með ykkur hvað þetta var mikill innblástur að fá þessar konur og þessar styrkþega til þess að koma úr skólunum okkar og segja okkur frá verkefnunum sem þær hafa verið að vinna að. Hvaða árangri það hefur skilað inni í starfi skólana og líka í samstarfi við aðra skóla og að því að þarna fær maður svo beint í æð að það skiptir máli að hafa svona sjóð, það skiptir máli að hvetja fólk til nýsköpunar og þróunar og svona að lyfta þessu einstaklingsframtaki inni í skólunum. Og þetta svona í rauninni svona þetta jákvæða sviðsljós sem að við viljum hafa miklu meira á skólanum og skólastarfinu, bæði í skólum og leikskólum. Og við eigum eftir að fá kynningar frá fleiri styrkþegum síðan í fyrra. Og ég vildi bara deila því með ykkur að þær voru sammála það, þessar 2 sem komu þarna, að það skipti bara verulegu máli að hafa fengið styrkinn. Og ég ætla bara að skila því til ykkar að þarna við raunverulega að hafa bein áhrif inn í skólunum til góðs og ég held að við getum notað Klörusjóðinn meira og kannski með svona beittari hætti til þess að varpa þessu jákvæða ljósi á skólastarfi hérna. Það verið að gera heilmikið af góðum hlutum þarna inni. Og þarna til dæmis verið að gera námskrá sem að lítur að því að rækta plöntur og blóm og svo framvegis. Þetta eitthvað sem var ekki til og eitthvað sem Helgafellsskóli að taka ákveðið svona leiðtoga hlutverk í sem að ég alveg viss og eftir að skila sér inn í aðra skóla og skólastarf. Af því að þetta svona fer með okkur aftur í ræturnar og þetta svona bara hefur bara jákvæð áhrif á andlega líðan fólks sem kemur nálægt þessu. Þannig að mér langaði bara að deila þessu með ykkur. Þetta var svo inspírerandi að vera þarna og bara svo mikil jákvæðni yfir þessu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti kemur til sama máli og í rauninni sagði bæjarfulltrúi Aldís allt það sem ég ætlaði að segja. En það sem að ég kannski vil langar að koma með vinkil líka að eftir umræðu sumarsins, þar sem við skólafólki sátum undir því vikum saman, að hlusta og þurfa að hlusta það og heyra fólk tala það hvað skólakerfinu mikill baggi á samfélaginu, hvað það dýrt og óskilvirkt og lélegur árangur og alls konar gáfumenni sem að hafa mæta í skólan á skólasetningum og fóldrifutölum, sirka klukkutíma á ári, ef að þeir eiga þá barn í grunnskólum, sem að vissu þá voru að tala það niður og að ræða það hvernig við vinnum okkar í skólakerfinu, að þá voru þessar kynningar ótrúlega jákvæðar til að sýna fram á að það bara margt jákvætt í gangi og mér finnst að þessar kynningar svolítið að fara út í kosmosið til að sýna fram hvaða sprotar í gangi sem við erum að kynda undir. Því það svo margt jákvætt í gangi sem að fær ekki að fljóta af því að það verið að ræða hlutum okkur með öðru vettvangi. Þannig að mér finnst þetta ég bara sammála Aldís að þetta bara ótrúlega góðar kynningar og sýna og bera okkur skóla bara gott inn. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði hennar, þannig að þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 435. fundar fræðslunefndar að gefa merki.
Það var samþykkt með 11 atkvæðum, takk fyrir það. Og þá er það 7. dagskrármál, það er fundargerð 614. fundar skipulagsnefndar Mosfellsbæjar frá 23. ágúst síðastliðnum. Þar voru ekki nema 25 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Janna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 7.9. Þetta er erindi vegna umferðaröryggi í Ástu Sóleyjargötu. Þetta er sem sagt erindi sem kemur frá íbúa sem er að lýsa yfir áhyggjum sínum á öryggi barna þarna í götunni og ég heyrði það frá okkar fulltrúum í skipulagsnefnd að þetta mál hafi farið í fínum farveg, að það væri ætlunin að koma með ákvarðanir frá umhverfissviði fyrir næsta fund skipulagsnefndar sem mér finnst mjög góða fréttir. Mér langaði í þessu samhengi að spyrjast aðeins fyrir það hver staðan er á umferðaröryggisáætluninni sem var hér búið að ræða fyrir á árinu held ég alveg örugglega frekar á síðasta ári. Bara hver staðan er, af því þetta var svolítið partur af henni ef ég man rétt. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Já, bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta. Þetta var mjög ánægjulegt að fá þetta mál inn og vonandi er þetta til eftirbreytni fyrir fleiri íbúa Mosfellsbæjar að koma og koma með tillögur af því hvernig bæta megi umferðaröryggi í bænum. Við höfum haft opið tillögur, kalla eftir tillögum frá bæjarbúum í talsverðan tíma í tengslu við umferðaröryggisáætlunina og höfum fengið mjög mikið af tillögum þar inn. Ég skilst að standi til að klára áætlunina á þessu ári. Hún er bara í fullri vinnslu og það stendur til að klára á þessu ári. Það er líka annað mál á dagskrá sem er næsta mál á dagskrá á fundinum. Það sem við erum að setja upp umferðarskilti við má nefna það, herra forseti. Umferðarskilti við Flugumýri og Desamýri. Þannig að það er verið að vinna fullu að umferðaráætlunni og klárast út á þessu ári. En eftir eins og ég sagði áðan, vonandi er þetta til eftirbreytni þessi tillaga, þessar aðgerðir fólks að fleiri komi með svipað inn til okkar. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þetta dagskrármál með þennan lið. Svo virðist ekki vera fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði og þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu. Nei, ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 614. Já, það biður Inga aðeins með afgreiðslu. Mörg mál á dagskrá. Já, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, fyrst afsökunarverðina sem bara örstutt var, það er mál 7.10. Desamýri og Flugumýri umferðarskilti og merkingar. Þarna verið að tala að setja upp umferðarskilti á mótum Skafálbrautar og inn í Flugumýrana og á fleiri stöðum. Í tengslu við þessa umræðu, ég ætla bara að leyfa mér þá að endurtaka það hér þó það sé ekki beint á undir þessari sem sagt tengt Flugumýrinni og Desamýrinni, en þá var líka rætt að það væri verið að taka saman í bænum heildaryfirlit varðandi umferðarmerkingar og hámarkshraða. Og það kemur í ljós að það er bara mjög víða, eins og bara í götum í Holtunum, að það er 50 kílómetra hámarkshraði sem að maður þarf ekki að keyra eina götu og þó ekki verður með bara mína götu þess að það er ekki 50 kílómetra gata. Og mér langar bara að nefna þetta, hvar sem þetta verður svo tekið til umræðu, að ég held að sé mjög mikilvægt að skoða þetta hér í Mosfellsbæ og setja reglur hámarkshraða
og líka fara sérstaklega vel yfir það sem verið að taka saman núna. Það eru umferðarmerkingar sem að víða má bæta mjög. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar til að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera. Og þá telur forseti að óhætt sé að ganga til afgreiðslu þar sem að það er enginn sem gefur merki annað. Þannig að þá bið ég bæjarfulltrúa sem að geta staðfest fundargerð 614. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá höfum við lokið við afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast hér í dag og þá eru komið að fundargerð til kynningar. Það er þá 8. dagskrármál, það er fundargerð 47. fundar eigandafundar Strætó BS. Það er fundur frá 20. mars. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og fundargerðin því lögð fram. Þá er það 9. mál á dagskrá, það er fundargerð 48. eigandafundar Strætó BS frá 3. apríl. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Þá er það 10. dagskrármál, það er fundargerð 48. eigandafundar Sorpu BS frá 28. júlí. Síðastliðinn þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Þá er það 11. mál á dagskrá sem er fundargerð 12. fundar stefnuráðs byggðasamlagana frá 14. ágúst og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. 12. mál á dagskrá er fundargerð 581. fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Og þá er það 13. og síðasta dagskrármál hér í dag. Það er fundargerð 582. fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar var 1 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Og þá eru ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundin og óska öllum góðrar skemmtunar á bæjarhátíðinni í túninu heima og minni á setningar á hátíðardagskrá í Hlégarði á morgun fimmtudag klukkan 17 ef ég man rétt og vona að allir skemmti sér best og taki virkan þátt í hátíðinni. Næsti fundur bæjarstjórnar fer fram miðvikudaginn 11. september næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi